Facebook síðan einstakir bollar vakti athygli okkar. Eigandinn reyndist staðsettur í Grundarfirði en bollarnir eru komnir alla leið frá litlum sveitamörkuðum í Bretlandi. Við stungum úr einum einstökum kaffibolla með henni Guðrúnu og fengum að heyra af hverju þessir kaffibollar. Hvaðan kemur þessi ást þín á bollum? Þetta kom eiginlega bara óvart. Núna með ég var í náminu, þá er náttúrulega efnismenning stór hluti af þjóðfræðinámi og þetta var eitthvað efnismenning, eitthvað sem ég hafði sko engan áhuga fyrir. En svo var ég með mjög skemmtilegan kennara og bara mjög flott stelpa ung stelpa sem var nýkomin úr námi sem var að kenna mér. Og ég fékk svolítið áhuga á þessu sko gamla, þessari fortíðarþrá og söfnurum og alls konar svona og svo bara vildi svo vel til að ég kannast við eina sem á Vintage House í Englandi og fór að kaupa einn og einn bolla og svo kannski var ég að kaupa 6 og seldi 5 og átti einn og eitthvað svona og svo bara sá ég bara áhugan og það var alltaf, getur þú reddað með bolla, get ég fengið bolla hjá þér og svo bara smá saman var þetta alltaf meira og meira. Hvað segirðu, efnismenning? Nei, hvað segirðu? Já, efnismenning þess að hlutirnir í menningunni eins og til dæmis bara húsgögn og hús og allt sem þú getur komið við. Og þessi bollar eru ekki alveg nýr? Nei. Eru þeir frá okkur ákveðnu tímabili eða? Já, þetta eru svona 1950 bollar. Allir hérna? Nei, þessir hérna sko er nýrri útgáfa. Þessi mánaðabollar voru byrjaðir að framleiða hjá Royal Albert í öðrum stíl en það breytti stílinn 1970 og fór yfir í þennan stíl 1970. Og svo hef ég alveg fengið bolla síðan 1920. Okay. En svo þessir hérna bollar, þeir voru byrjað að framleiða þá 1962 en svo þetta er eiginlega bara vinsælasta bollastel í heiminum. Og það hérna er enn verið að framleiða þetta í dag. Og út af hverju er það svona vinsælt? Fólki finnst það bara svo ofboðslega fallegt. En sko það er hægt að selja þetta á Íslandi og komið ný típa á þessu. Þetta heitir Old Country Rose og er frá fyrirtæki sem heitir Royal Albert sem er yfir 100 ára fyrirtæki. Það var held ég 100 ára 2005 eitthvað svoleiðis. Og það er til sem er framleitt í dag líka sem heitir New Country Rose. Og það er til bara, það er allt öðru sér stel. En það er sko til, þú getur keypt það bara í Líf og List. Já, en þetta er þetta gamla. Gamla sem er verið að hérna. En samt ennþá framleitt í dag, en bara ekki selt á Íslandi. Ok, nema hjá þér. Þú ákvæmst að hérna. En ég er náttúrulega selja nota, sko. Já. Þetta er allt notað vörur sem vinkona mín bara í Englandi á sumrin, það eru ofboðslega mikið á svona sveitamörkuðum og hún fer alla sveitir að leita og svo á veturnar fer hún á uppboð þar sem er verið að bjóða upp svona dánabú og það sem er eldri en 100 ára er antik, svo kemur vintage og svo það sem er núna er modern. Svo er eitt í þessu sem eins og ég var að tala sambandi við þjóðfræðina. Það er þessi fortíðarþrá og það getur verið alveg ofboðslega gefandi og skemmtilegt. Ef eins og það kom kona daginn og sagði, veistu að ég fekk hérna stel í brúðargjöf og ég braut eitt bollan og ég hélt ég myndi aldrei fá nýjan. Og hún var svo ánægð, hún var alveg bara, og alveg eins ein vinkona mín, sko, hún fekk stel held ég í brúðargjöf frá ömmu sinni sem ammenar hefði keypt í Kanada sko fyrir 50-60 árum eða eitthvað og svo var ég að fá hjá vinkonum minn úti kökudisk fyrir hana í stellu hennar sko og þetta gefur fólki voðalega. Þú ert með Facebook síðu? Já, ég er með Facebook síðu núna. Sem heitir Einstakir bollar? Já. Það ekki? Já. Og þetta er bara enski bollar. Eru ensk bollastel frábrugðin einhverju leyti? Er öðruvísi hérna? Sko, postulín eða hvað, er þetta postulín? Já, þetta er postulín, en svo eru þetta marga gerðir af postulínu og þetta er fínasta postulíni. Sumir hafa kannski íslenska þetta beina postulín eða sko þetta er náttúrulega bone china á ensku.
Og til dæmis máastellið danska, þannig að það er úr beinupostulínni. Mér finnst þetta bæði agalega fallegt og svo er ég ofboðslega mikið kaffikona, það kannski líka. Og mér finnst sko, ég geti aldrei drukkið kaffi til dæmis úr glerglasi. Og mér finnst alveg mjög óþægilegt að vera með svona drykkjamál í bílnum. Svona hérna, Það bara, ferðamál og svoleiðis. Já, ferðamál, jú, ég geri það bara af því mér langar svo í kaffið, en mér finnst það ekki nærri eins gott. Kaffi verður allt öðru eins og bragðið ef það er sem fyrir bolla. Allir ætti að taka allavega eina uppi á lífsleiðinni, segir Gulli, sem nú rekur kaffihús ásamt sambýliskonu sinni. Kaffihúsið Lesbókin er staðsett í hjarta Akraness með útsýni við torgið. Við vitum að sjómennskan er ekkert grín, samanber textan hans Kristjáns frá Djúpalæk, en ætlaði sig eitthvað grín að reka kaffihús. Lesbókin. Hvernig er þetta nafn til komið á kaffihúsi? Húsið, það hefur alltaf gengið undir þessu nafni. Allavega frá því að held ég bara elstu minn muna. Það har alltaf verið kallað Lesbókin þetta hús. Af hverju? Veistu það? Ég er kannski ekki alveg með söguna 100% að hreinu, en ég held að það sé sko vegna þess að Morgunbladshúsið gamla í Reykjavík. Náttúrulega, þú veist, þetta eru svona kannski ekkert ósvipuð bygging eða arkitektúrin. Já, svona stóru frontur út á torg. Einmitt, já. Og þetta er náttúrulega bara talsvert minna hús. Og það er náttúrulega Morgunblaðið, og inn í Morgunblaðinu á sunnudögum var Lesbókin sem var svona mál, já, voru alls konar umfjallanir, voru menningar, lesaðinni svona. Gulli, þú kemur á sjónum. Já. Hvernig stendur það því að þú ert að servera kaffi núna? Já, ég held bara að það hafi verið komin tími á mig að gera eitthvað nýtt og breyta til. Hvað varst að gera út á sjó? Ég var á frysitogara. Hásetti á frysitogara. Og í hverju felst vinnan þar? Hún felst í því að framleiða fisk, sem sagt í rauninni fullvinna fisk, ólafisk. Og varst að flagga og pakka og öllu? Ég var að pakka og snirta og slá úr. Var þetta langir túrar? Þetta eru svona alveg upp undir 40 daga túrar. Það er þakið á þessu, allavega á þessum frysitogurum. En svona já, 4 vikur, 6 vikur, algengt. Ég fékk þessa hugmynd bara í sumar í Barentshafinu. Nú, kviknaði hugmyndin úti, út á sjó? Já, út á sjó. Já. Þá ég vissi af þessu kaffihúsi hérna, það var til sölu. Og ég svona hugsaði bara með mér, já, ok, nú er kannski komin tími til að gera eitthvað alveg nýtt og skipta alveg starf. Og þar með komið land eftir 20 ár á sjó. Þannig að líka verður maður ekki að einu svona taka einhverja svona uppbeygju í lífinu. Þú veist, að gera eitthvað alveg nýtt og galið. En þannig að þetta hefur blundað eitthvað í þér, þú veist, þetta þjónustu hlutverk sem kaffihúsarekstur er? Sko, ég veit það ekki alveg, en ég held ég hafi nú samt alveg svona þjónustu lund, sko. Ég held ég er ekkert hræddur við það. En ég náttúrulega vissi ekkert hvað ég var að fara út í rauninni og við. Hvað er það sem Ég hafði tekið 8 vaktir, eða kannski 10 vaktir á bar í Reykjavík, hérna fyrir 10 árum síðan. Það var reynslan mín í svona starfi. Hvað hefur komið mest á óvart? Bara hvað fólk er jákvætt gagnvart þessu og bara hvað allir eru ánægðir með bæði veitingarnar og staðinn og annað. Já, ég veit ekki, en jú, síðan náttúrulega kannski kemur óvart og kemur ekki óvart líka. Það er bara, þetta er náttúrulega svakalega mikil vinna og mikil svona viðvera, binding, en ég hræðist það ekkert sérstaklega. Ertu ekki vanur því á sjónum? Jú. Langa vaktir og... Jú, ég er alveg... Saknarðu svona veltingsins? Nei, alls ekki. Mér finnst bara fínt að vera hérna inn í eldhúsi á morgnana að malla súpu, sko. Og hlusta útvarpið, mér finnst það bara kósí, sko. Þið eru með bakkelsi og súpu, út á hvað gengur reksturinn, segirðu? Sko, að selja kaffi og kröður í, kökur, samlokur og síðan náttúrulega alla virkadaga er súpa. Svona bara sem ég laga frá grunni hérna á staðnum,
Ég tók eftir í áðan hérna að þú myndir einhverjar sérþarfir hjá konum. Ertu með stálminni? Nei, alls ekki. Ok, en? En samt, þú veist, þeir sem koma náttúrulega, þú veist, reglubundið og panta sama, þú veist, kaffið, þá náttúrulega síast það inn. Svo svo kósí, hérna, þetta svolítið vel sótt líka af konum í fæðingarólofi eða fólki í fæðingarólofi, ekki? Jú, mjög. Og þið eru í fæðingarólofi, ef konaðinn er í fæðingarólofi núna, ekki? Passast. Og hún dettur þá hérna inn og hérna kemur og aðstofar við að starta upp, eða ekki? Jú, svona þegar eftir því sem verkast vill þá hérna, þá kemur hún hérna inn og kannski tekur aðeins til hendinni. Já, og dóttir er sofandi hérna bara fyrir utan. Já. Þetta er heimilislegt og flott. Já, það bara, ég held að fólk svona allavega kann að meta það. Þið búið hérna rétt hjá? Já, bara með steinsnar. Já, mér finnst þetta svo eðlislegt frá því að fara í 40 daga veiðiferðir í burtu frá heimilinu og þá ertu komin alveg bara í garðinn með kaffihúsarakstur þessi fyrir saman. Já, ég labba bara hérna, þú veist, í vinnuna og bara, og það er mjög þægilegt. Og síðan labba ég hérna heim í hádeginu eða bara fæ mér göngutúr hérna eitthvað aðeins að vera mig. Já. Svona eftir hádegistörnina. Af hverju vínilbötur? Já, bara því að vínillinn er yndislegur og hann er að koma aftur tilbaka sem betur fer. Þannig að mér fannst ekki spurning að vera með kaupa plötuspilara. Já, þú ert með plötuspilara hérna. Já, og ég er með svona nokkar plötur hérna sem ég bara greip af handahófi. Ok. Og ég sitt bara mjög gjarnan plötafónin hérna, þú veist, á daginn. Fólk er ekkert að koma með sitt eigið að spila eða? Nei, það hefur ekki verið, en fólk er alveg að setja plötafónin hérna. Já. Og er fólki frjálst að koma með? Já, endilega koma með plötu úr plötuskápnum. Mér finnst ég líka að hafa heyrt að þessi gítar sem er hérna að fólki standi til boða að spila hann. Já, hann er bara opinn, sko. Það má bara, það er, ef að fólk, þeir sem að kunna á gítar og Finnst þið það vera skilið þig? Já, mér finnst það eiginlega svona, mér finnst það skemmtilega, sko. Ég kann bara Bjartur yfir Betlehem, svona plokka. Já, ok. Hvað myndirðu þola lengi við ef ég myndi byrja bara svona 10-leytið? Já. Hvenær þið í Reykjavík út? Mjög fljótlega. Myndirðu ekki setja bara vínilplötu yfir, bara, hóðist? Ætli við verðum ekki að segja þetta nóg hjá ykkur í kvöld. Ég ætla að setja eitthvað hérna áfram, en svo sjáumst við bara eftir viku aftur. Takk fyrir í dag. On a poor young country boy, Mother Nature's son. All day long, I'm sitting singing songs for everyone.